Þessa dagana ýmislegt að gerast í utanríkis- og öryggismálum okkar Íslendinga. Það ætlum að ræða nánar hérna á eftir, en heyrum fyrst hvað ung Vinstri græn hafi málið að segja. Í byrjun apríl fóru íslenskir ráðamenn í ferðalag til Rúmeníu með einkaþotu. Það sem var hvað merkilegast við þetta ferðalag var ekki ferðamátinn sjálfur, heldur fundurinn sem íslensku ráðherrarnir voru að fara á. Fundur hjá hernaðarbandalagi NATO. Á þessum fundi tóku íslenskir ráðamenn þátt í að samþykkja enn frekari vígvæðingu og enn frekari útþenslu NATO-ríkja. Og núna þurfa Íslendingar að fara að taka enn meiri þátt í stríðinu í Afganistan og við þurfum að fara þar til að taka til eftir innrás Bandaríkjamanna. Á þessum fundi voru líka íslenskir ráðamenn að samþykkja að setja upp eldflaugavarnarstöð í Austur-Evrópu. Eldflaugavarnarstöð sem hluti af harðlínustefnu Bush Bandaríkjaforseta og verður sett þar upp í óþök Rússa og annarra þjóða á svæðinu sem mun að sjálfsögðu nýta tækifærið til þess að byggja eigin her upp enn frekar. Nú hefur utanríkisráðherra Ingibjörg Sólrún náð í gegn á Alþingi svokölluðu varnarmálafrumvarpi sem er í rauninni ekkert annað en mýkra og þægilegra heiti yfir hernaðarmálafrumvarp sem þetta í rauninni er. Það er búið að binda það í lög að útlenskar hersveitir með að koma hér til lands og æfa sig eins og þeim hentar. Svokölluð varnarmálastofnun mun ekki verða neitt annað en risastórt NATO-bákn sem er sjúga sér pening í gríð og erg. Og þetta er allt hugsað til þess að verja okkur á friðartímum, gegn óvinni sem hefur ekki ennþá fundist. Síðasta haust var stofnun nefnd til að finna einhvern óvin og hún starfar ennþá sveitt að því verkefni. En það fáránlegasta við allt sem hann er að varnarmálasamningurinn við Bandaríkin er ennþá í fullu gildi og ef að okkur verður ráðist eins fáránlegt og það hljómar og það hafa þeir skyldu til að bregðast við kallinu. Þetta hernaðarbrölt mun kosta okkur skattgreiðendur að minnstakosti litlar 1500 milljónir á ári hverju. Fyrir 1500 milljónir væri hægt að fjölga leikskólaplássum 1500 og hvað getur Landspítalinn ekki gert fyrir 1500 milljónir? Það síðasta sem við þurfum á að halda er nýtt vígbúnaðarkapphlaup að hætti NATO með allir þeirri sóun sem að því fylgir, einmitt á þeim tímum sem að þörfin fyrir aukna þróunaraðstoð og aðgerðir gegn loftslagsbreytingum er að aukast. Já, gott fólk, svona er þetta. Við stöndum sem sagt frammi fyrir því að það er verið að NATO-væða íslensk utanríkis- og öryggismál. Þetta er gamaldags hernaðarhyggja og vígbúnaðarhyggja og í þetta á að sóa peningum, í tilgangslausa stríðsleiki, heræfingar og annað brölt. Þessu höfnum við Vinstri græn. Við viljum taka á þáttum sem snúa að daglegu lífi fólks og öryggi okkar hér í landinu. Við viljum berjast gegn fíknefnavá, við viljum efla löggæslu, við viljum búa betur að björgunarsveitunum okkar. Það er þær sem er kallað í þegar eitthvað bjátar á og auðvitað þarf að reka hér björgunarþyrlur og hafa slíkan viðbúnað í lagi. Þetta eru okkar áherslur og við teljum að með því að rækta friðsamleg og góð tengsl við nágrannaríkin og allar þjóðir þá og þannig leggi Ísland sitt besta mörkum.